Atvinnulífið í Norðurþingi hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Heimamenn horfa nú mjög til grænnar atvinnustarfsemi, meðal annars grænna iðngarða og enn frekari styrkingu ferðaþjónustunnar. Kristján Þór Magnússon, sveitarstjóri Norðurþings, sem jafnframt varaformaður samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, gestur í landsbyggðum. Kristján Þór, fyrr á þessu ári þá voru undirrituð 2 samkomulög minnstakosti uppbyggingu í sveitarfélaginu þar sem að vistvæn eða græn orka leikur aðal hlutverkið. Hvaða atriði eru þetta eða samningar? Við höfum verið að vinna að því hvort hægt sé að þróa eitthvað sem við höfum kallað og skilgreint sem grænir iðngarðar. Og þetta sem ekki nýtt af nálinni heldur svona hugmyndafræði sem raunverulega hefur verið lögð fram og sett fram af Sameinuðu þjóðunum eða þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna, þar sem er verið að ýta undir það að iðnaðarsvæði víðs vegar heim gangi í gegnum svona endurnýjun lífdaga sinna og byggi í auknum mæli á sjálfbærni og noti svona ákveðið kerfi sem hefur verið kallað hringrásarhagkerfi til þess að hreinlega bara fara betur með og það auðlindir sem við erum að vinna með og það gríðarlega mikil eftirspurn eftir svona þessari nálgun á verðmætasköpun í heiminum eins og við þetta höfum heyrt núna undanfarin ár í tengslu við loftslagsumræðuna og annað og þar sem við höfum innviði og hreina og græna orku þá ertu komið með mjög gott plattform til þess að byggja eitthvað svona upp og hringrásarhagkerfi eins og það byggt upp, það raunverulega snýst það að reyna að hanna sig frá úrgangi, mengun eða einhverju sóun og nýta hlutina betur og þannig sjáum við fyrir okkur að iðnaðarsvæði á Bakka geti og við viljum sjá það þannig þróast upp að fyrirtæki sem þangað leita að þau verði í auknu samstarfi og svona sameinist að nýta betur það sem fyrir á staðnum. En þá brjótarnir í þessu öllu saman, það þá þessi mikla heita orka sem á svæðinu og þess ekki? Já, það þetta algjör forsenda að hafa einhver orku úr að spila og það þetta löng saga og gömul að það verið ákveðið að opna iðnaðarsvæði á Bakka en svo þetta bara breytast tímarnir og menn hafa haft mismunandi sýn á það hvers konar iðnaður henti betur þarna heldur en annars staðar og við höfum nokkuð skýra sýn á það og sjáum líka bara tækifærin í því hversu miklu máli það skipti að það sé þetta jafnvægi á milli samfélags, efnahags og umhverfis og sjáum að Bakki ágætis staður til þess að byrja á fyrir okkur Íslendinga til þess að sjá hvort að svona konsept geti þróast þarna. En það auðvitað margt í umhverfinu sem þarf að huga að, regluverki og annað sem við eigum þá núna í samtali við ráðuneyti og fleiri stofnanir, þar sem við erum svona að reyna að athuga hvort að þessi rammi sem alþjóðasamfélagið sér fyrir sér að geti ýtt undir svona verðmætasköpun, hvort að hann geti passað hér inn á Ísland og hverju við þurfum þá mögulega að breyta og hverju við drögum á borðinu til þess að svo geti orðið. En það alltaf stutt í næstu spurningu, hversu mörg störf skapar það? Já, það náttúrulega algjörlega óljóst, þó að einhverjum tölum hafa verið velt fram, þá veltur það á endanum alltaf því hvers konar fyrirtæki hasla sér völl. Ég held að svona þróun hún örugglega heppilegust í svona einhverjum skrefum og ekkert allt of stórum. Við réðum alveg þokkalega vel við þetta stóra verkefni engu að síður, þar að segja þegar fyrsta fyrirtæki kom inn á Bakka PCC, þó svo það hafi gengið brösulega og komum kannski inn á það eftir núna bara síðustu mánuðina. En þá verður það verkefni alltaf hryggjarstykki í svona þróun á svona iðngarði að mínu mati og við þurfum að horfa á stóru myndin í þessu og erum hluti af einhverju alþjóðlegu samfélagi líka sem við auðvitað bara berum okkur saman við og ég svona til framtíðar litið hef ekki og ekki nokkrum vafa það að við höfum eftir að sjá verðmætasköpun á þessum nótum hér á okkar svæði
innan fárra ára. En tölvupóstarnir sem að þú ert að fá sem sveitarstjóri og hringingarnar, ertu sem sagt bjartsýnn á að þetta gangi upp og það verði til atvinnustarfsemi í kringum þetta og út frá þessari hugmyndafræði? Ég mjög bjartsýnn á það að á þessum grunni verði fleiri atvinnutækifæri eða atvinnuþróunarverkefni sem komist á koppinn, já. Ég held að það bara svo mikil eftirspurn eftir því að við séum að horfa til lengri tíma, að við náum aukinni sjálfbærni í verðmætasköpunin okkar, hvar svo sem að hana að finna og að við förum betur með. Það bara orðin krafa, nútíma krafa í dag og þegar við horfum á öll viðmið þá eru gríðarleg tækifæri. Ég held að ég hafi lesið það nú nýlega, 90% af allri hrávöru sem fer inn til verksmiðju í Evrópu, það orðið að úrgangi áður en að varan komin út úr verksmiðjunni. 80% af því sem framleitt, því hent innan 6 mánaða frá því að varan framleitt. Þannig að það eru gríðarleg tækifæri í verðmætasköpun víða heim og í tengslum við svona þessa umhverfisumræðu alla, þá auðvitað sjá fleiri og fleiri fyrirtæki einmitt ekonomisk tækifæri hreinlega í þessu og þar stöndum við framarlega við Íslendingar með þær auðlindir sem að við eigum og þær eru auðvitað miklar hér á okkar svæði sem að skiptir öllu máli að við förum vel með og fullnýtum þá innviði sem að við höfum byggt upp og það er fyrst og síðast líka verið það sem að við höfum verið að kalla á, bakki eða göngin eða línurnar eða aðrir innviðir sem að við höfum kostað töluverðum fjármunum til. Auðvitað gerum við kröfu á það að þeir séu vel nýttir, fullnýttir til aukinna verðmætasköpunar ekki bara fyrir okkur í Norðþingi heldur, í Þingeyjarsýslum og í Eyjafirði og Íslandi öllu. En þið eru sjálfsagt farin að kortleggja það hvers konar starfsemi þið vildu gjarnan fá. Það hefur verið skrifað stórt gróðurhús til dæmis í Kelduhverfinu. Já, svo það náttúrulega annað svæði sem ofboðslega ríkt af auðlindum og Kelduhverfið náttúrulega einstakt að svo mörgu leyti. Gríðarlegt vatnsmagn þar í sandinum og jarðvarmi sem að þetta undirstaða undir slíkar hugmyndir og þær hafa vissulega verið þróaðar. Þannig að það víða í okkar sveitarfélagi sem að eru góðar auðlindir. Þetta snýst það hvernig við náum að tengja góðar hugmyndir við rétta fjárfesta sem að hafa trú á svæðinu og samfélaginu og það kannski það líka sem að hitt verkefnið, græni dregill sem að stjórnvöld að vinna að, það snýst svolítið það. Hvernig löðum við að fjárfestingu hingað til Íslands? Hvernig getum við aukið líkurnar á því að áhugaverð verkefni leiti hingað? Það verður að vera þá þannig að við getum svarað lykilspurningum hversu mikinn tíma hlutirnir taka. Sveitarfélögin þurfa að vera í stakk búin til þess að hafa sína hluti í lagi, skipulag og geta veitt upplýsingar fljótt og örugglega og að það sé vel haldið utan þá hluti alla vegna þess að það sem að svona þegar maður fer að horfa og rýna þess undir hútið í þessu, ég held að þar kannski kreppi skóinn svolítið að þegar að hingað að leita aðilar þá kannski óvissan númeri of mikil miðað við kannski aðra þjóðir sem við erum að bera okkur saman við, Norðurlanda þjóðirnar og annað. Það hvenar hlutir eru klárir og hvenar raunverulega hægt að fara á stað með verkefni. Þannig að það eitthvað sem við viljum bæta úr og bæta á ferlana í kerfinu hjá okkur. En þessar tengingar sem að þið eru þá að búa til, ertu nú þegar og þið þessi verkefni farin að fá fyrirspurnir erlendis frá þetta allt saman og hvernig aðstæðurnar eru í Norðurþingi? Já, við höfum þetta núna síðustu ár fengið heimsóknir frá alls konar fólki, þeim sem eru fyrirtækjum sem einfaldlega bara skoða svæði óháð því hvaða fyrirtæki væru kannski að koma inn en svona staðarvalsráðgjafar og aðrir hafa auðvitað komið undanfarin ár og fylgst með en það eru líka verkefni sem að hafa verið í fréttum eins og lofthreinsi ver sem að svona framúrstefnuleg hugmynd sem að mörgum finnst en raunverulegt verkefni sem að verið að koma á koppinn út í Bandaríkjunum og við fylgjumst auðvitað grannt með því. Það eru aðilar sem hafa sýnt bakka meðal annars áhuga. Fleiri verkefni sem eru svona auðvitað smærri í sniðum en eru akkurat
á þessum nótum að sjá tækifæri jafnvel í að nýta eitthvað sem fyrir á staðnum, glatvarma eða byggja á einhverju sem að fyrir og þá fullnýta þá innviði sem að búið að koma upp. En hverjir standa að þessum verkefnum og hversu mikilvægt þá að þeir sem að standa að þeim séu með góðar tengingar eins og til dæmis Landsvirkjun? Já, það auðvitað skiptir öllu máli hvernig við tökum á móti áhugasömum aðilum til landsins og flestir auðvitað hafa stopp hjá Landsvirkjun og ég hef verið mjög ánægður með samskipti okkar hjá mínu sveitarfélagi við Landsvirkjun og það hefur ekki borið neitt skugga á þau samskipti og erum í mjög góðu samstarfi um það hvernig við gerum hlutina en við viljum líka bara bæta það sem að hægt að bæta og hafa líka kannski dýpri upplýsingar kannski sértækari mál innan okkar sveitarfélags, hafa þær upplýsingar bara á reiðum höndum. Og líka þurfum við alltaf á hverjum tíma að vita hvert við ætlum og mér finnst skipta miklu máli að íbúar sveitarfélagsins hafi mikla skoðun á því hvernig við sjáum atvinnuuppbygginguna á Bakka og það það sem við ætlum og stefnum að því að gera núna í vor eða snemma sumars að við ætlum að halda svona opinn fund þessar pælingar allar á Bakka og fylgja því svo eftir með könnun eða svona spurningalistum eða vagnir til íbúa það hvernig fólki yfir höfuð lítist á þá framtíðarsýn sem að við sem að eru núna í forsvari eða sveitarstjórn Norðþings sem að við erum svona að velta fyrir okkur að hvort það sé ekki skynsamleg nálgun og tengist á þessari grænu uppbyggingu. En finnst þér þetta allt saman vera það vel undirbyggt að þið stökkvið ekki bara á fyrsta vagnin einhver útlendingur sem að kemur með skjalatösku og alltaf að græða alveg helling? Ég held að það sé einmitt allar forsendur fyrir því núna að svona segja það bara upp á hvað við viljum standa fyrir og hvernig framtíð við sjáum fyrir okkur í atvinnuuppbyggingu hérna á svæðinu. Ég held að við höfum meira val það núna heldur en kannski oft áður og sem ekkert óeðlilegt en það skiptir mjög miklu máli. Við fundum það þegar að verkefni PSIC kom og ákvaða að setjast á Húsavík að það var mikill meðbyr með því verkefni í samfélaginu og það skipti mjög miklu máli það hvernig til tókst og við höfum ennþá bullandi trú á því að það verkefni geti skilað okkur góðri arðsemi til lengri tíma litið þó að enginn hafi gert ráð fyrir öllum þeir hremmingu sem við höfum öll verið að glíma við í tengslum við þessa blessuðu veiru síðustu mánuði. Kísilmálmverksmiðjan á Bakka, hún einmitt lokuð núna þessa stundin og hefur verið það undanfarna mánuði. Hvernig staðan í þeim efnum? Já, það er allt klárt fyrir að starta fyrir í ofninum og starfsfólk komið til þess þannig að það svona bara kaplu við tíma að reyna að koma því upp núna bara í þessum mánuði í apríl þannig ég er vongóður það. Ég held að svona markaðsaðstæður hafa farið mjög skánandi þó svo að það sé enn eftir að finna út úr ákveðnum atriðum áður en það hægt að trekka í gang aftur en það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að þetta komist aftur í gang og gangi vel núna í framhaldinu. Sjóböðin til dæmis sem að teljast vera ákaflega sterkur segull á margan hátt og þau eru opin allt árið. Ferðamennskan á þínu svæði, hún að breytast yfir í heilsás atvinnuveg smá saman? Já, ég held að séu teikna á lofti sannarlega það. Þetta náttúrulega svo skrýtnir mánuðir núna sem búnir að vera, það ekki þetta meðan eitt við það og tiltölulega nýlega sem að sjóböðin hafa opnað. En ég held einmitt að það sem að getur líka gerst þegar að svona fyrirbæri opnað þá þetta bara eykur það líka lífsgæði fólks á svæðinu almennt. Það verður meira ferðalög hérna milli bæjarkjarnana í einmitt að njóta svona innviða og svona skemmtilegheita. Þannig að það má ekki vanmeta það líka hversu bara ríkt bæjarfélag verður af því að hafa svona aðbúnað og geta notið þess árið kring. En klárlega þá sjáum við tækifæri í vetrar ferðamennskunni. Hún auðvitað byggst vel upp hérna á Akureyri, sérstaklega innanlands undanfarin ár. Við erum svona
blaka vængjónum aðeins og færðum skíðaliftuna okkar aðeins ofar og erum einstaklega montin með okkar skíðasvæði þó að það sé kannski frumstætt með mörg önnur í veröldinni en það var þetta einstakt svæði og frábært gönguskíðasvæði þarna fyrir ofan Húsavík upp á Reykjaheiðinni og getum skíðað þarna vel fram í maí og einhver árin örugglega fram í júní. Þannig að við sjáum tækifæri því til þess að vinna með þetta konsept hvali, skíðu og sjóböð. Það hlýtur að vera eftirspurn eftir því. Eitt af svona stóru baráttumálunum í bara undanfarin ár, það var sem sagt Demos-hringurinn svokallaði. Nú hann kominn sem sagt alvöru vegur. Hvar liggja þá tækifærin þar? Hvernig ætliði að nýta ykkur þennan nýja hring? Já, það ofboðslega ánægjulegt að það verkefni sé klárað. Og við höfum alveg örugglega eftir að sjá mikla aukningu þann veg og það svæði sem að auðvitað og hefur verið brothætt í mörgum skilningi en þar sem að fólk núna sér tækifæri í að efla þá þjónustu og afþreyingu tengt því að fleiri fari þar En við höfum enn látið reyna lítið á þetta eins og fyrir hefur komið fram út af COVID. Þannig að við erum bara spennt að sjá hvernig þessum vegaframkvæmdum reiðir af í þessum skilningi og ég ekki nokkrum einasta vafa það við höfum eftir að sjá algjöra byltingu í fjölda ferðamanna inn í að Jökulsánni og Ásbyrgi og það svæði allt saman. Það eru gríðarlega perlur hann í Kelduhverfinu og auðvitað austar sem að verða þá aðgengilega fyrir vikið. Svona í kjölfar COVID-sins þegar við erum að tala atvinnu uppbyggingu, nýsköpun, það svona lausnar orðið. Þetta allt saman nýsköpun sem að þú tala Já, það alveg hárrétt og á sama tíma og við þurfum að treysta grunninn og vegna þess að þar sem ekki góður grunnur, þar verður heldur ekki til mikil gerjun til þess að byggja á einhverja nýsköpun jafnvel. Þannig að auðvitað förum við svona svolítið í þennan ham oft þegar bjátar á og leitum í orðatiltækin eins og með neyðina og nöktu konuna og það má alveg til sanns vegar færa og ég sé auðvitað mjög víða fólk vera að bjarga sér og það alveg ótrúlegt hvað við erum dugleg í því og með að hvernig hlutirnir litu þetta út bara þegar þessi gríðarlega óvissa ríkti fyrir ári síðan og svo hvar við erum í dag þrátt fyrir allt að þá stóðum við frammi fyrir þetta bara fullkomnu hruni jafnvel en við erum að mínum að þetta gríðarlega seig í bara að bjarga okkur Íslendingar heilt yfir og ég lít framtíðina mjög björtum augum á þessu svæði þrátt fyrir þessar hremmingar vegna þess að í mínu umhverfi og mér finnst fólk hér almennt sjá tækifærin við þurfum eins og bara eins og ég held ég að koma inn á áðan við þurfum skýrari og betri jafnvel tengingar við aðila sem að huga að fjárfestingakostum og það stóra máli. Við þurfum fleira fólk til að aðstoða okkur við að nýta þau tækifæri sem að við sjáum hér í aukinni verðmætasköpun, hvort sem að það í Reyjafirðinum eða austurum. Þú varaformaður samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. Ég talandi atvinnumál, það alltaf að verða svona, meira og meira með hverju ári sem líður að það litið á allt Norðurland eystra þá eða Norðurland sem eitt atvinnusvæði? Já, kannski ekki eitt atvinnusvæði sem slíkt en það ef ég man rétt 6 svona vinnusóknarsvæði eins og við höfum kallað það, Siglufjörður og í kringu það 2000 manns, Eyjafjörðurinn eitt síðan vinnusóknarsvæði 22.000 manns eitthvað svoleiðis, Húsavík og nágrenni 3.500, Kópasker og svo Þórshöfn, en allt spilar þetta saman og allt á þetta að spila saman þegar við erum að tala uppbyggingu atvinnulífsins þegar kemur að því að það séu byggð sjóböð og Húsavík þá styrkir það önnur svæði.
Það verið að draga fólk hingað inn á svæðið sem að hefur áhuga á því að skoða síldarminjasafnið eða vinna fyrir fyrirtæki í líftækni iðnaði hér á Akureyri eða Siglufirði eða vinna í góð störf í sjávarútvegi á Þórshöfn. Það skiptir okkur öll máli að hingað dragist, eða ekki dragist, heldur hingað komi fólk og sjái tækifæri í því að búa hérna alls staðar á svæðinu. Og þess vegna þurfum við að vera vakandi sameiginlega yfir þessum hagsmunum og mér hefur þó takast bara vel til við það að forma þessi samtök núna inn í framtíðina. Mér finnst við vera á fleygiferð, mér finnst við höfum á að skipa mjög hæfu starfsfólki sem að skila öflugri vinnu núna í að svona strúktúrera samtökin og ég líka bjartsýnn það að við höfum eftir að ná flottum árangri hér sameiginlega í svona stóru myndinni hvað atvinnuþróunina varðar. Það nálgast alþingiskosningar og öll sú umræða sem að þá fer af stað, þá kemur svona byggða þróunar, landsbyggða stefna og svo framvegis, viljum byggja landið allt og allt hvað það heitir. Hvaða mál vilt þú að verði svolítið áberandi í komandi kosningabaráttu ef við þá að tala út frá landsbyggðunum? Já, þegar stórt spurt, en ég held að það séu þetta svona klassikerar eins og atvinnumáli sem að skipta okkur þetta bara öllu máli. Á þeim hangir allt velferðarkerfið okkar og það hvernig við sjáum einhvern veginn hlutina gerast. Þannig ég vil auðvitað sjá mikla umræðu það hvernig við ætlum að auka verðmæta sköpun víða land og þó svo að við höfum tekið jákvæð skref svona með okkar römmum sem snúa þá að byggða áætlunum. Það eru ýmis fínar pælingar í byggðaáætlunni hjá okkur en það eru þetta svona kannski verkfærin sem við erum síðan að beita og fjármunir og kraftar sem að munir síðan skila á endanum einhverjum árangri og ég auðvitað þeirra sem að mér hefur þótt við þurfum að taka betur á í því og þá svona þessi umræðan það hvar við ætlum að byggja upp umfram einhvern annan stað. Það auðvitað mjög pólitísk og oft strembin umræða heima fyrir og þessu oft svona snúið landsbyggðin versus höfuðborgarsvæði þó þetta sé þetta bara alls ekki þannig. Ég held að í grunninn þá erum við sammála það að þar sem að eru tækifæri til atvinnusköpunar og þá sérstaklega verðmætasköpunar þau tækifæri auðvitað nýta bara með skynsamlegum hætti hvar svo sem þau eru og sumir staðir þurfa meiri aðstoð til þess að þetta geta komið slíku upp og hana eigum að veita eftir fremsta megni. Svona byggða stefna og byggða pólitíka, hún meira svona í orði heldur en á borði, heldur þú? Þetta hún kannski, það auðvelt að segja bara já, þetta þetta bara allt í nösunum á fólki en ég held að sé nú samt ekki raunverulega þannig. Þó svo að maður vilji oft sjá hlutina gerast hraðar. En við þurfum að taka líka bara ábyrgð við sem erum hér utan höfuðborgarsvæðisins og vera dugleg í því að vera klár með okkar. Hvaða sýn höfum við? Hvernig drögum við aðila hingað inn á okkar svæðir sem að sjá sömu tækifæri á við og sem að geta tekið stórar ákvarðanir sem að skipta máli, fjárhagslegar eða aðrar. Við þurfum að vita hvaða spurningum við eigum að svara þegar við hittum svona fólk. Þannig að þetta það ekki bara hægt að spyrja hvað ætlum þið að gera fyrir okkur, hvað ætlum við líka að gera í því að taka á móti tækifærunum þegar að tækifærin gefast. Þannig að það skiptir mjög miklu máli og mér finnst við vera í ýmsum færum til þess að taka stærri skref í því ef við viljum eflast og styrkjast og svona á þess að vera með einhvern bölmóða þá bara sjáum við það svo ofboðslega víða hvað við erum að gera flotta hluti en við þurfum kannski að koma líka oft betur á framfæri og stöð eins og þín hefur verið duglega því að hjálpa okkur utan höfuðborgarsvæðisins að koma hlutum á framfæri sem þetta mjög vel. En þið í Norðurþingi, þið eru minnst okkur með skýra stefnu í hvað varðar Óskarsverðlaunin næst? Við erum með mjög skýra stefnu það. Það nú eitt verkefni sem hefur algjörlega sprungið út og ofboðslega skemmtilegt, hefur kryddað líf okkar
sérstaklega Húsavík núna eiginlega síðasta árið og alveg með öllum ólíkindum hversu mikla athygli það að fá og hvað Húsavík verður í miklu lykilhlutverki í tveimur risastórum sjónvarpsviðburðum núna næstu mánuðum. Þarna á Óskarsverðlaunaafhendingunni með tilnefningu Laxins Húsavík og svo þetta verður örugglega tenging við myndina hans Will Ferrell og Netflix á Eurovision söngvakeppni sem þá síðar í maí. Þannig að við erum búin að vera í ýmsum verkefni sem þessi tengist bara núna síðustu mánuð og í miklu samskiptum við sérstaklega erlenda fjölmiðla. En þetta allt saman, hefur það breytt eða skapað einhvern öðruvísi mórall bara innanbæjar? Ég held að öll svona verkefni hafi í grunninn mjög jákvæð áhrif á svona bæjarfélög. Það svona ákveðin samstaða sem að myndaðist þetta verkefni. Þetta upptökuna tókust gríðarlega vel og þetta eins og ég segi, þetta kryddar lífið og hversdagsleikann til munna að fá svona verkefni og svo þetta bara tækifærin sem fylgja því að vinna úr þeim í framhaldinu, hvort sem að það snýr að fá fleiri svona verkefni að taka á móti ferðamönnum sem að hafa séð myndina og vinna svona úr því á þeim nótum. Þannig að auðvitað erum við ákaflega þakklátt og glöð heilt yfir að þetta sé staðan hjá okkur núna og ég þori eiginlega bara ekki að hugsa það ef að við fáum Óskarsstyttu, hvað verður í boði þá? Ætlar sveitarstjórinn að fara fram á að Óskarsstyttan fá að vera svona öðru hvoru á kontornum? Ég kannski ekki endilega kontóttum, bara einhvers staðar sem að fólk fengi að sjá hann alveg klárlega og ég tók loforð af þeim lagahöfundunum sem að ég naut þess að spjalla við daginn í viðtali öðru og kynnast þeim að liti að þeir þetta lofuðu því að koma með styttuna til sýnis til Húsavíkur ef hún skilaði sér í hús. Kristján Þór Magnússon, sveitarstjóri Norðurþings, þakka þér fyrir komuna og spjallið.